aflokinni Sauðafellsför þá hefst mikil umræða í landinu þessa atburði. Það eiginlega talið að svona almannarómur segir að þessi för þeirra Þorvaldssona að Sauðafelli hafi verið ein mesta háðungarför. Þeir náðu ekki að drepa Sturlu sem þeir ætluðu að drepa. Drápu einhverja heimamenn, þar á meðal eina konu, eldri konu og það alls konar kveðlingar sem fara af stað og Snorri Sturluson talinn standa á bak við þessa aðför þannig að menn eiginlega gera mjög lítið úr Snorra og hans þætti í þessum ævinni. Og síðan eiginlega líða árin og það eru samningaviðræður í gangi á milli Snorra sem þá fulltrúi þeirra Þorvaldssona og Sturlu Sighvatssonar. 1232 þá telur Snorri að það sé búið að ná samningum og það sé búið að ná því þannig að þeir séu í griðum, þeir Þorvaldssynir, og hann býður þeim til sín suður í Reykholt að vestan. Og þeir koma ríðandi þarna í gegnum landið en einhvern veginn það er einhverjar raddir sem segja þeim að þessi gríð séu óstöðug og það sé ekki hægt að treysta alveg þessum gríðum sem að Sturla hafi heitið þeim, en þeir ákveða samt að halda ótrauðir áfram og það kemur í ljós eins og við veit alltaf að slíkir fyrirboðar eru sannir. Þannig að þegar þeir eru komnir fram hjá Sauðafelli og eru komnir þarna niður í Hundadal, þá situr Sturla fyrir þeim og síðan hefst mikil bardagalýsing þar sem að þeir Þorvaldssynir, Snorri og Þórður, að þeir eru drepnir og í þessari lýsingu að þá hefur sagnaritarinn alla samúð með þessum bræðrum. Hann lýsir þeim sem afskaplega efnilegum og miklu mannsefnum, þeir eru fallegir, þeir verða vel við dauða sínum og úr þessu verður svona mikill píslarvættis dauði þeirra tveggja þar sem þeir eru felldir og svona ýmis smá atvik sem eru því til sönnunar. En þáttur Sturlu eiginlega mjög slæmur. Þetta ákveðið níðingsverk, þeir eru í griðum, það ráðist á þá og þeir verða mjög vel við dauða sínum og þeir eiginlega héldu að þeir voru að fara í Reykholt. Það var talað um það að Snorri hefði heitið þeim systrum Hallveigar til kvenfangs, en í staðinn fyrir það að giftast fallegum konum að þá eru þeir allt í einu drepnir þarna rétt hjá Sauðafelli. Og þetta náttúrulega mjög alvarlegt mál og náttúrulega eyðileggur mjög samskipti Snorra og Sturlu því að Snorri, þeir eru náttúrulega ferðast á ábyrgð Snorra Sturlusonar og það hann sem heitir þeim griðum og Sturla gengur á bak griðunum og lætur drepa þá þarna eins og hverja aðra flækinga við Hundadali. Þannig að þetta mjög svona einn af þessum örlagaríku atburðum þessar aldar. Það sem að Sturla leggur fyrst og fremst áherslu á í raun og veru æska þeirra Þorvaldssona. Hann sá yngri sennilega 16 ára og hinn eitthvað eldri. En þeir verða mjög vel við bana sínum og þegar höggvinn fóturinn undan Snorra að þá svona nýtur hann aðeins við og svo lítur hann niður og segir hvar fóturinn minn. Þannig að hann var nú ekki að væla meir en það. Þannig að þarna svona mikil hetju frásögn. Og það þarna sem að þessi gríðarlegi munur að þegar að þessir sömu bræður eru í Sauðafellsför að þá þeim lýst eins og hverjum öðrum ófreskjum eða skrimslum sem fara þarna höggvandi og drepandi í gegnum hús manna, en 4 árum síðar á banastundin lýst eiginlega eins og dýrlingum.